Komið þið sæl. Í flestum byrjunum leynast ýmsar byrjunargildrur sem nauðsynlegt er að þekkja og þetta á líka við spænska leikinn. Það eru nokkrar gildrur og við skulum renna yfir þær helstu. Hér eru með uppastöðun í spænska leiknum eftir biskup B5 og hér eins og vorum að tala eru ýmsir möguleika fyrir svartan. Ein gildra leynist í Berlínarvörninni ef að svartur leikur riddari F6. Þar eru tveir góði möguleika fyrir hvítan, annars vegar er að hrókara stutt og hins vegar þessi leikur hérna D3 sem er svona nokkuð vinsæll sem valda bara peð og E4 og þá leika flestir biskunum út í C5 en það er einn hérna lúmsku leikur sem svartur á sem er riddari E7 með hugmyndinni að flytja riddaran yfir á kóngsvanginn síðan meir en hér virðist hvítur bara einfaldlega geta tekið peð á E5 en það er alveg baneitrað. Ef að hvítur dreipur peð á E5 þá leikur svartur peðinu sínu á C6, hóta biskupnum á B5 og opnar einnig leið fyrir drottninguna hérna yfir á A5. Bakki hvítur með biskupinn til dæmis á C4, þá kemur drottning A5 skák og riddarinn á E5 fellur. Þannig að hvítur verður að passa sig á þessu. Hvítur getur reynt einn lúmska leik hérna eftir C6 sem er riddari C4 sem hótar máti á D6 en svartur leikur einfallega bara peðinu sínu á D6 og hótar ennþá biskupnum á B5 og bakki hann á A4 getur komið peð á B5 með peð að gafli og biskupinn eða riddarinn falla. Förum tilbaka í stöðun eftir biskup B5. Leiki svartur A6 eru tveir möguleikar eins og vorum að tala það er að drepa riddarinn á C6 eða bakka með biskupinn á A4. Ef að hvítur drepur riddarinn á C6 sem er uppskipt afbrigðið dreipur svartur tilbaka með D-peði og þá er algengt að hrókara stutt. Og þá er ein gildra hérna sem hefst með þessum leik hérna biskup G4 sem leppar riddarann og leiki hvítur þá H3 getur svartur svarað því með H5 og vonast þá eftir því að hvítur drepi biskupinn á G4 og þessi biskup er alveg baneitraður. Við skulum sjá hvað gerist. Hvítur drepur, svartur drepur tilbaka og núna sjáum við að H-línan hefur opnast fyrir svarta hrókin og svarta drottningin er á leiðin á H4. Við sjáum til dæmis hvað gerist ef að riddari drepur á E5. Þá kemur drottning H4 sem hóta máti og reynir hvítur að búa til flótta leið fyrir kónginn, til dæmis með leika F3. Kemur bara G3 og kóngurinn er fastur og mát er óverendi annarkvort að H2 eða H1 í framhaldinu. Förum aftur tilbaka í stöðuna eftir A6. Bakki hvítur með biskupinn á A4 á svartur nokkra möguleika. Algengasti leikurinn er riddari F6. Annar leikur er til dæmis þessi leikur hérna D6. Hann er ekki eins algengur en vel teflanlegur enga síður. Og hér þarf hvítur aðeins að passa sig að vera ekki of bráður að taka yfir miðborðið með að leika D4. Eðlilegu leikur væri til dæmis að undirbúa með að leika C3 fyrst og svo D4 á eftir eða jafnvel að hrókara fyrst. En ef hvítur leikur D4 þá getur svartur leikið B5, hóta biskupnum sem verður að bakka á B3 og drepur svo peðið hérna á D4. Og nú má hvítur alls ekki drepa þetta peð tilbaka. Ég hugsa að besti leikurinn fyrir hvítan var einfaldlega bara að leika C3 og tefla stöðuna þannig að því að ef hvítur drepur peð á D4 og drepur svartur tilbaka, drottning drepur og svo peð á C5 sem hóta drottningunni. Og hér virðist hvítur eiga hættulega leik með drottning D5 sem hótar peðinu á F7 og einnig hróknum á A8 en svartur á einfalt svar við þessu biskup E6 hóta drottningunni. Hún kemst hingað á C6 með skák. Þá bakkar biskupinn tilbaka á D7 hóta drottningunni aftur og færir drottningin tilbaka á D5. Þá kemur peð á C4 og biskupinn fellur. Þessi gildra er kölluð örkin hans Nóa. Þetta eru svona helstu gildurnar sem að hvítur þarf að passa sig á í spænska leiknum. Takk fyrir þetta.